Komið sæl. Mér skilst að það fylgir svona samkoma einhver krassandi reynsla sjúklings. Þannig að ég ætla að koma aðeins inn á hvað ég hef gengið í gegnum og ég vona að þið heyri nú ágætlega í mér. Ég er með lama raddband, þannig að þið þurfum kannski að hafa ykkur öll við að heyra í mér, en það er nú allt í lagi. Það er út af fyrir sig alltaf skrítið að menn velji raflausan mann til að hafa fyrirlestur. Það er strax, þá fór maður að hugsa að það eru kannski svo fáir lifandi með svona góða sögu eins og ég, en það er nú ekki svo. Ég hef gengið í gegnum ýmislegt og það er kannski þessum sem að ég er hérna kominn. Það er dálítið erfitt að rifja þetta upp svona eftir á því að þetta er svona þó nokkuð langur tími sem maður hefur farið í þetta og sumt svona þegar ég var að rifja þetta upp það, maður fann það að þetta tók dálítið á svona andlegu hliðina því að auðvitað er maður fljótur að gleyma líkamlegum sársauka, en andlegan þá var aðeins verra að eiga við það. Nú, ég er náttúrulega hreistinn uppmálið eins og ég sjái. Ég hafði ekki átt heimilislækni í einhver 30 ár og aldrei þurft að nota heilbrigðisþjónustuna, en sem heiti getur, nema ég kannski fór með börnin mín. En ég veiktist þess að aldrei, tek ekki flensur og svo jólin 2002 að þá finn ég að það er komið blóð í hægðir og ég þurfti meiri svefn. Blóðið gat fyrir tímabundi, en ég þurfti meiri svefn, þá var ég fyrst áhyggjufullur því að ég hef alltaf þess lítinn svefn og þá erum við að tala um að oft á tíðum þá svæfi ég fjölskylduna og fer svo að vinna heima, en ég þarf ekki nema kannski 6-7 tíma í svefn og þegar ég þurfti að bæta við þarna góðum klukkutíma þá leið mér ekki vel út af því og svo þegar ég tók flensurnar eftir þetta allt saman þá fór ég nú beint í læknis. En þetta gerðist bara á einum mánuði, þannig að ég beið ekkert með þetta. Ég þekkti enginn nefnilega. Ég var búinn að lesa mig til það, ekki lesa mig bara gegnum dagblöð og fróðleik, almenna fróðleik, að þetta er einkenni ristilkrabbameins. Þannig að ég gekk bara beint í verks, talaði við félaga minn lækni og sagði honum að ég hefði áhyggjur af þessu og þá sagði hann náttúrulega ekkert óeðlilegt við það að þú ert allt ungur til að vera með ristilkrabbameins og talandi 70 ára meðalaldur þá get ég alveg tekið undir það. Ég er svona í lægri, svona í neðri mörkum getum við sagt. Það var alltaf að kúrfan væri farin að rísa þegar kemur að mínum aldri. Nú, það er bara farið til hans Sigurðar Björnssonar og hann skímaði mig, eða hann sem sagt fyrirgefið, hann ristilspeglaði mig og svona þegar hann er á leiðinni tilbaka þá sjáum við þetta á skjánum og hann þagnar nú við og aðstoðar konuna slíka. Þeim fannst þetta ekkert sniðugt það sem þau sá og sennilega hefur hann átt að sjá því að þetta var svona frekar lengra gengi heldur en hitt. Allavega þá sagði hann og þarna væri æxli og ég vissi ekki kannski alveg hvað það þýddi á þeim tíma, en Sigurður pantaði strax sneiðmynd, hann hleypti mér ekkert út af spítalanum og innan klukkutíma var ég búinn að fara í sneiðmynd þar sem í ljós kom að þetta var ekki komið á stig 4, þetta var ekki komið í aðliggjandi líffæri og þannig að það var allavega jákvætt, ef við getum sagt það svo, á þeim tímapunkti. Fyrstu einkenni náttúrulega eru bara hræðsla, ég veit ekki hvernig menn bregðast almennt við, en auðvitað beið þessi eftir mér heima. Það er svona lítill gaur sem ég átti, kannski hafi verið aðeins einhverjum 2-3 mánuðum eldri en þetta, en hann beið eftir mér og ég átti 2 dætur sem voru þá 8 og 10 ára líka, þannig að ég var ekkert hress með að þurfa að yfirgefa þennan heim svona fljótt. Nú, það er ákveðið náttúrulega strax að fjarlægja æxlið og það er undirbúningur og viðtöl og ég fer í uppskurð númer 1 í merkið til að ég haldi svona
tölunni því að þeir eru nokkuð margir. Nú æxlið skorið burt og ristillinn brenndur saman aftur. Þetta er þó nokkuð mikil aðgerð, farið inn í kviðinn og svona frekar stór aðgerð. Og nú, algjört aukaatriði, þetta bara kemur að því að eftir deyfingin virðist alltaf klikka hjá mér, eða rótardeyfing hjá mér, þá bregst það ekki að ég vakna upp á gjörgæslu með látum. Það hefur alltaf dregist eitthvað úr, þið vitið þannig sem maður í heilbrigðisstéttinni hvernig þetta virkar. En ég er kominn að labba og það hefur alla tíð verið þannig að ég er mjög fljótur að ná mér eftir uppskurði og enda ef ég má segja beygður fyrir svona einhver vesen. Ég er bæði hafði nóga kílóum upp á að hlaupa og ég á mjög auðvelt með að koma mér á lappir. Nú tæknin er þessi í dag að byrja bara að borða strax, koma meltingun í gang. Hérna áður fyrr þá skilst mér að menn hafi ekki borðað fyrir en að ristillinn var alveg gróinn, en í dag er þetta þannig að þú ert bara að byrja að borða strax á bara ekki öðrum degi. Það verður nú að segjast eins og það er náttúrulega búið að svæfa mig 10 sinnum, eitthvað hlýtur þetta að hafa áhrif á minnið og hvort að ég segi hvað degi annars dags eða þriðja, þetta getur að hafa runnið saman. Ég verður bara að taka viljan fyrir verkið. En að kveldi annars dags að þá byrja mikið havarí. Ég fæ geysilega verki bara upp í herðablöðin, ég veit ekki hvað, þetta er kannski þekkt, það einkennir lífhimnubólgu, en það fer allt í gang og mikil óskaplega var það nú sárt, ég man það enn. Það sem kemur í ljós að við að brenna saman ristillinn að þá hafi sennilega hlaupið neisti í smáþarma og gert gat á smáþarma þarna hjá mér. Þannig að þegar maturinn fer að meltast og fer í gegnum meltingaveginn að þá á hann greiða leið inn í kviðarholið. Það var frekar skítt. Nú, við tekur náttúrulega hryllilegu sólarhringur þar sem ég var bara, hef þykist að hafa verið eins nálægt í að deyja og hægt er og meðal annars það var náttúrulega dælt í mér morfíni en þeir fundu aldrei hvað var að og þeir vildi ekki opna mig fyrir þeir gátu átt að sjá því að hvað væri að. Og það var ekki fyrir sólarhring seinna að þeir loksins opnuðu mig og við tók náttúrulega mikil smúlun en lífhimnubólgan var hrikaleg og það leið oft yfir mig þennan dag þarna þegar ég var að bíða til aðgerðinni, bara leið oft yfir mig og sársauka. Þannig að ég vona að enginn ykkar hafi upplifað lífhimnubólgu með þessum hætti. Nú, það er sem sagt uppskurður númer 2, að þeir opna mig aftur og finna þetta og eftir að þeir eru búin að reyna að hreinsa að þá er ég bara settur í önduna vel í 2-3 daga. Ég var mjög hætt kominn hana og þeir vildu gefa mér smá frið eftir allt sem undan var gengið. Ég var þarna viku í gjörgæslu, og það var alveg ferlegur tími. Gjörgæsla er ekki góður staður að vera á. Það er náttúrulega mikið læti í öllum tækjum og svo ónættilega er þarna veikasta fólkið á spítalanum að þarna liggur það. Fólk sem liggur fyrir dauðanum og þarna er fólk öskrandi allan sólarhringinn. Þannig að eftir á hyggja hefur verið gott að vera með eitthvað í eyrunum eða þú veist maður þolir náttúrulega ekki neitt og öll áriti er mjög erfitt þegar maður er svona veikur. En morfíni voru líka illa í mig, ég bara mæli ekki með morfíni. Ég man það að þessar 3 daga sem ég var þarna, það nánast ég mátti ekki loka augunum, þá komu einhverjar kóngulær niður veggina og ég horfði á svarthvíta bíómyndir á veggjónum bara ef ég lokaði augunum. Alveg ég Casablanca og einhverjar fleiri myndir, ég get alveg farið með. Þannig að þetta var hrikaleg ofskynjun og ég gat ekkert sofið þarna þessa 3 sólarhringa því að ég vildi freka bara vera þreyttur vakandi en með lokuð augu og horfandi á bíómynd. Nú, ég er tekinn of fljótt af bensínlíni þannig að það myndast þarna mikil sýking, hitinn fer upp og niður og það er að skipta á rúminu hjá mér oft á sólarhring. Nú, sýkingin þarna var mjög mikil og hún ræðist á veikasta blettinn í kviðarholinu sem er samsuða náttúrulega á ristlinum og bara mjög fljótt, kannski á 3. degi eða eitthvað, þá er bara
þá kemur bara gröfturinn niður úr mér í gegnum slöngu sem var upp í endaþarminn sem átti að auðvelda ristlinum að gróa. Þannig að þar bara kom gröfturinn og það var ljóst að það var búið að rjúfa ristilinn uppi og það var ekki gott. 2 leiðir færar, annaðhvort að opna mig aftur, setja með stóma eða setja mig á fljótandi fæði í einhverjar 2-3 vikur. Þá er ég talað um fljótandi fæði í æð, ekki gegnum meltingarveginn. Og mér fannst það tilvinnandi að sleppa við einn uppskurðinn enn og það var náttúrulega kvektur yfir þessum uppskurðum öllum, þannig að ég vildi bara fá þetta í æðina. Ég var áður það gerðist, ég var skorinn upp í 3. sinn til að losa gröft úr kviðarholinu, því eins og þegar líkaminn ræður ekki við allan gröftina þá pakkar hann saman og mér skilst að það hafi verið svona 2 tennisboltar sem lágu þarna og biðu eftir að vera teknir þegar ég var opnaður með 3. uppskurð. Ég fór á flottustu megrun sem ég hef lengi, ég hef reyndar aldrei náð að megra mig svona. Ég er reyndar í megrun núna. Það er gaman að segja frá því, ég er ekki mjög feitur, en ég er náttúrulega, það er þungt í mér og ég var 99 kíló fyrir ekki mörgum mánuðum og svo brosir maður að því, 99 kíló af krabbameinssjúklingur sem er allslaus. Þetta virkar ekki vel svona sem píkuplína, ég get alveg náð okkur því. En ég sem sagt er þrátt fyrir að vera svona grannur og nettur og þá er ég rétt 90 kíló, þannig að og þetta body mass index, ég flokkaður á bara í síðustu viku sem að ég losnaði úr offitustöði. Ég meina, þetta er ekki einu sinni fyndið, En hvað það? Ég er frá vinnu þarna í 2 mánuði og Friðbjörn er þegar farinn að banka á dyrnar. Hann vill fá mig í lyfjameðferð strax og mér fannst þetta nú svona alveg, ég var ekki farinn að var farinn að ná upp kraft einhver leyti, en langt frá því að vera orðinn hress, að þá byrjar Friðbjörn og dælir í mig eitrinu. Þetta var nú reyndar svo með lyfjameðferð sem var mér svona léttbarust, þeim fór ekkert voða illa í mig. En eftir 6 mánuði þá fer ég í fyrstu myndatökuna og það er svona talað um að það sé nú sennilega meinvarp í lifur og þá fannst mér afskaplega ósanngjarnt eftir að hafa lagt á mig 6 mánuði meðferð og var náttúrulega á þeim tíma líka náð krafti eftir allt sem ég gekk í gegnum þarna áður. Þannig að þetta var mjög erfitt að fá þessa greiningu þarna strax. Eftir viku var mér gefinn tími hjá sérfræðingi sem skoðaði mig enn frekar og hann skoðaði mig í hálftíma og sagði svo bara við mig blákalt, veistu það, ég sé bara ekkert að þér. Þá féllu tár. Í fyrsta skipti held ég og ég held eina skipti sem ég hef fellt tár fyrir framan heilbrigðisstarfsmann. Mér fannst að ég hefði fengið svona von á ný, af því að ég vissi alveg að þegar það greinist í líffærunum strax svona, þá er þetta svona hætta, þá er miklu meiri líkur á illa fari. Þannig að ég fékk þann úrskurð þar að ég hefði semst ekki verið með neitt í lifrinni og það var ekkert sjáanlegt í mér og það var nú mikið gott. Á þessum tíma náttúrulega þá reynir afskaplega mikið á fjölskylduna og óneitanlega þá set ég þetta þarna upp á blað. Við slitum okkar sambandi og ástæðan fyrir ég set þetta hérna er ekki það að ég vilji deila einhverjum einkamálum með ykkur, það er bara einfaldlega krabbameini var langstærsti orsakavaldurinn og það verður bara að segjast og segja hlutina þessu eru. Ég fer síðan í bjartsýniskasti bara í MBA-nám með vinnu. Það náttúrulega var ágætt að út af fyrir sig þá hefði maður á sama tíma, þetta MBA-námið byrjaði daginn áður en ég skildi, þannig að þetta kom nú alltaf á sama tíma. MBA-námið er mjög erfitt og þetta reyndi nú svona dálítið á mig á þessum tíma. En skömmu síðar, 4 mánuðum síðar, þá
er ég í golfferð í Bandaríkjunum og er að hósta býsna mikið og fannst þess að þetta væri nú bara einhver lúnabólga. En svo þegar félagarnir fóru út og ég út að borða og skemmta sér og ég ákvað að vera heima og sofa, að þá áttaði maður að þetta væri nú sennilega kannski ekki góðs viti. Og þegar ég kem heim að þá farið í myndatökur og það kemur í ljós að það meinvarp í lungan sem hafi orsakað þetta og það ákveðið að ráða strax í að skera hann og uppskurður númer 4 þarna kominn, hluti af lunganu fjarlægður. Nú nokkrum dögum seinna að þá kemur í ljós að krabbameini var of nálægt skurðarbrúninni, þannig að það var að skera mig aftur. Þannig að sjáum við ástæðan fyrir ég hef númer á þessum uppskurðum. Nú, það sem sagt stærri hluti tekinn, deyfingin klikkar aftur. Það í þetta seinna skipti þá þegar ég vaknaði þess að ekki aftur. Ég kallaði svo á gjörgæsluna og sagði að deyfingin væri farin og þeir yrðu að laga þetta og það komu læknar og sagði að deyfingin væri góð og ég sagði nei, hún er ekki góð og skömmu seinna þá bara datt út að deyfingin alveg og rúmið fór á flot í þessu deyfilyfi. Enn og aftur, ég er snöggur að ná mér, ekkert vesen þar og eftir uppskurðin númer 5 og þá aftur bankar fribjörnadyrnar og nú á oxalaplattín eða hvað sem það heitir. Það ljóta leiðið maður. Ég nú ekki vanur að kvarta og ég fribjörn geti svona vottað það en þetta algjör hryllingur. Þú þarft að vera með vettlinga til að fara inn í ísskáp. Þetta eyðileggur öll skín. Þeir verður kalt bara á því að taka mjólkurferðina og getur ekki haldið á henni. Og Friðbjörn sagði þegar þetta orðið það slæmt að þú ert farin að missa tilfinningu þarna í útlimum, láttu mig þá vita, þá hættu við. Og það passaði að ég toldi þarna 4 til 5 mánuði áður en við gáfumst upp. Eftirstöðvarnar voru ekki miklar en ég finn það að eftir þessa meðferð að þá get ég ekki farið út húfulaus í frosti því að eyrnastæplarnir eru sennilega, það hefur eitthvað eyðilagst þar. Mér verður svo rosalega kalt, jafn kalt og að taka mjólkin út úr ísskápnum forðum. Nú á þessum tíma, svona bara til að krydda þetta, þá þurfti ég tvisvar að fara á bráðavættina. Nei, hvað bráðavætt? Jú, ekki bráðavætt? Jú. Og það var nú fyndið þegar ég kem þar inn og þá vissu menn náttúrulega strax hvað ég hefði gengið gegnum, þannig að þeir talaði við læknana, skurðlæknana, þannig að menn hefði áhyggjur að þetta væri einhverjar eftirstöðvar úr öllum þessum aðgerðum og það kom síðan fljótt í ljós að þarmarnir hefðu stíflast. Ég hefði verið fullgráður með mandarínur, tók einhverja 2-3 mandarínur með kjötinu og öllu og það stíflaði víst þarmana. Þetta var hrikalega sársaukafullt. Ég mæli ekki með þessu heldur. Og svo lítur þetta ekkert vel út þegar þú ert á bráðavættinu og segir, heyrðu, ég vil ekki morfín, ég vil ketokan, ketokan er flott. Og það er ekki gott að segja á bráðavættinu. Þá er þetta, einn af þeim kominn í morfíni og ég var svona meðhendlaður eins og eiturlyfjasjúklingur þarna til að byrja með þangað til að menn áttu að segja að mér var alveg full alvara með þessu. En ketokanið, ég mæli með því, það hefur alveg haldið í mér lífinu og erfiðum stundum á spítalanum og aldrei hefur mér langað í það samt aftur eftir að ég fór út á spítalanum en mikið ofsalega var það gott þarna á þessum tíma. Og þetta er erfiður tími náttúrulega þarna, námið alveg að drepa mig. Fæðingarblettarskoðun, því ég hefði gleymt að segja þér þetta var svo lítið mál. Ég greindist með frumubreytingar í fæðingarblettarskoðun og ég glemdi að minnast á það, þetta er ekki meira mál en það. En ég er í skoðun þar líka, fyrirgefðu. Ársbyrjun 2007, það höggva í sama knéran. Það greinist krabbamein á fleiri stöðum, nú er það áfram í vinstra lunga og nú blettir í því hægra og þá var nú eiginlega, það var ekkert gaman að lifa þá náttúrulega vilja þær ekki skera því að þá telja þær einfaldlega að mér verði ekki bjargað af því að nú er þetta báðum megin og ég er settur á 3. lyfjameðferð bara til að
já, hvað við segja, tefja vöxtinn á æxlinu. Ég fer í uppskurð þarna, númer 6, þegar græddur með brunn. Ég set þetta nú bara svona til að gera smá grína því ástandi sem kom á þessari skurðstofunni, að þá þeir voru búin að þessu. Fyrir að fyrst og þannig þrámar að vera vakandi í þessum aðgerðum og til þess að geta svarað lækninum og svona. Og þeir dæla í mig einhverju lyfjum og ég verðist nú sennilega hvað ég þungur, ég verðist hafa gott þol fyrir þessum lyfjum sem eru að dæla í mig, þannig að ég er farin að tala mjög flókna hluti við skurðlæknin og á einhverjum ákveðnum tímapunkti þá stoppaði hann og spurði svæfingalækni hvað hann hefði gefið mikið. Já, ég var að tala um hluti sem ég átti ekkert að vera að tala sko. Þannig að ég var sem sagt með fullri rænu. Og svo þegar þeir loka mér og renna mér út, sagði ég svona stundarhátt við skurðstofulið, ekkert að fara langt, ég á það til að koma tilbaka, sagði ég. Og allir hlógu að því. Bara svo ég klári það að klukkutíma seinna þá var mér trillað inn aftur og það þurfti að opna mig á ný því að það kom einhver hlykkur á brunni niður við hjarta. Og á þeim tímapunkti þá héldu einhverja 2-3 hjúkkur að ég væri í skygn. En hvað það? Blettirnir í lunganum stækka ekki, þannig að það er ákveðið að skera, smá lífsvon. Og höskur númer 7, að þá er vinstra lunga bara tekið og þar eyðilögðu röddina og það er ástæðan fyrir að ég syngi ekki eins og Ómar hérna. Ég var ágætis söngvari, ykkur að segja, en ég er hættur að syngja núna. Það var skorið á taug sem liggur þegar ég voru að hreinsa lungað og elta æðar, að það var skorið á raddbandataug, þannig að ég misti röddina. Og ég er búinn að fara í, já, ég kem kannski að því bara síðar. Ég er búinn að fara í uppskurði eftir það til að hjálpa röddinni. Þannig að nú get ég þó allavega gert mig skiljanlega, en það var þarna tíma sem ég gat bara ekki sagt neitt. Sumir segja það að ég hef bara skánað heilmikið við það að missa röddina, en það er nú bara félagar mínir sem segja það. Nú, raddleysið háir mig mikið. Það verður að segjast eins og sko. Ég hef í vinnu minnar vegna þurft að ferðast mikið og á þessum tíma þá var ég nú formaður í 500 manna félagi þar sem að gerði ekkert annað en að fara upp og halda einhverjar ræður og þetta hefur bara hafið mig mikið gegnum tíðina þetta 1,5 ár og það maður þarf svona að læra eins að lifa með þessu raddleysi því að enginn veit hvað áttu þegar mistökum þannig í þessu tilfelli. Nú ég fer ekki í fjallgöngu lengur en ég geri nú, ég myndi ekkert átt ykkur á því að ég væri búinn að ganga í gegnum þetta eða þið myndi ekki heyra röddina svona undir fara. Nú þeir sem sagt byrja að Holsnið og Eyrnadeild að þeir byrja að sprauta hún í raddböndin, reyna að hjálpa röddinni en svo er ég skorin upp númer 8 þarna og brjósksett gegnum hálsinn til að það er ýmislegt hægt að gera til að hjálpa mönnum í þessum erfiðu málum. Nú, krabbamein breytir náttúrulega öllum og það er kannski það sem að menn verða bara að upplifa og menn verða að gefa sér tíma til þess að svona nánast meðtaka þetta og reyna að virkja þessa lífsreynslu til góðs. Þú verður einhver sterkari eða veikari ekki sagt það sem að brýtur ekki það styrkir þig og ég held að allir svona sem koma sæmilega standandi út úr krabbameinsreynslu og þeir verða sterkari einstaklingar á eftir. Ég held að það sé, já ég get ekki ímyndað mér annað. Þó ekki væri nema bara forgangsröðin og hugsunarhátturinn auðvitað breytist þetta allt saman. Maður er nú hættur að pirra sig yfir smáa trjánum í dag, ég held ég geti sagt það. Nú, hvernig tekur á þessu? Mér datt í hug bara að leyfa ykkur að heyra það að sko, þú ert alltaf að sjá hvernig menn bregðast við krabbameini. Sko, við höfum dæmi það að menn líta á þetta sem vin og svo eru aðrir sem berjast við þetta eins og ófreskjur. Mín nálgun sem að hefur reynst mér vel
að reyna bara að vera með smá skynsemi á þessu, sko. Þú hefur voða lítið þetta að segja, hvenær greindi sjúkdómurinn, hvað var hann kominn víða. Þú verður bara að sætta þig við það að það er voða lítið sem þú getur gert. Þú getur jú hjálpað líkamanum þú getur hjálpað ónæmiskerfinu þínu með því að bara lifa heilbrigðu lífi en ég nálgast þetta bara út frá heilbrigðri skynsemi. Maður býr sig undir það versta en þetta vonar það besta. Þannig hef ég alltaf verið að nánast í hvert einasta skipti sem að ég kem til fyrirbjörnar að þá ég búinn að búa mig undir slæm tíðindi og alltaf ég hef gaman hjá okkur þegar ekkert að gerast. Það bara að segja það svo Ég farin að gefa hann með harrafisk í seinni tíð, það ég svo ánægður með hann. En ég held að það sé ekki rétt að nálgast krabbamein með offorsi og vera að berjast við þetta. Þetta rosaleg barátta. Raunverulega ertu bara að berjast við þig og þú ert að taka orka sjálfu þér. Þennan tíma sem þú ert að eiga í þessu, átt að nota betur. Þú átt að nota hann til að gátt að láta gott að þér leiða og lifa uppbyggjandi lífi. Ekki vera að berjast svona hrikalega því að leið og þú berst svona harðri baráttu, það svo erfitt að taka slæmum tíðindum. Af því að þú veist, það er alltaf erfitt að taka slæmum tíðindum en einhvern veginn finnst mér eins og það fari mikill kraftur og lífið að snúast mikið sjúkdóminn frekar en að snúast þann tíma sem þú áttu eftir að lifa hérna, að gera eitthvað gott með hann. Þú náttúrulega þrátt fyrir að vera heilbrigður, þú ert alltaf minntur á þennan sjúkdóm og menn átta sig ekki á því að í hvert skipti sem að maður fyrir myndatökur það bregst ekki að maður finnur þetta verki alls staðar. Það er bara, jafnvel þó maður sé kominn í að vera lengi án einkenna, þá finnur maður eitthvað í lunganu eða finnur einhver að hósta eitthvað óeðlilega alltaf þegar kemur að myndatökum því að þá fer þetta svona, bíddu, já, það nú eitthvað að mér og maður fer að finna verki alls staðar og þetta bara svona þetta, þessi sjúkdómur og þú bara að sætta þig við þetta. Nú, viðbrögð, tilfinningar, þetta kannski, ég náttúrulega tilfinningar eins og hver annar en ég ber þær ekki mikið á borð og ég hef svona komist mjög vel í gegnum þetta andlega þrátt fyrir allt. Börnin eru þetta það allra versta. Það er náttúrulega geysilega tilfinningar sem brjótast fram svona þegar maður eiga við þennan sjúkdóm og svo börnin sín. Þau hafa ég átti náttúrulega 2 eldri dætur og þennan litla dreng og það erfiðustu símtölin sem ég hef tekið eða samtölin segi ég, þegar ég segi frá einni nýrri greiningu og ég þarf oft að undirbúa það nokkuð vel til svona að ná mér í andlega gott ástand til þess að fara í þau samtöl því að það er erfitt samtöl. Algjörlega á fjölskyldan, þetta er auðvitað mjög erfitt fyrir sjúklinginn að bera ábyrgð á þessari vanlíðan í kringum sig og það er það sem fer mjög illa með menn andlega. Börnin og fjölskyldan og hvernig allt á öðrum endanum út af þér. Þú þarft bara að vera í fullu starfi við að reyna að lágmarka það tjón sem liggur við að þú sért að valda öðrum. Það er erfitt á samviskunni. Og ég geti sagt ykkur það líka, þó að sé kannski, ég veit ekki hvað að segja, það sé kannski svona á mörkunum að mér hefur reyndist auðveldara að eiga við greiningar eftir að ég var kominn úr sambandi. Þá gat ég verið einn í friði, og staðinn fyrir að þurfa að vera að hugga fjölskylduna eða sambýliskonu eða konu, að mér reyndist auðveldara að komast í gegnum þetta eftir ég var orðinn einn. En tárin féllu á kvöldin þegar ljósin voru slökkt yfir rúmi litla drengsins að þá féllu tár og þá leyfði maður þeim að fara bara. En það er eina skipti sem ég hef fellt tár út af þessu fyrir utan þegar ég fékk lífsvonina fyrir margt fyrir löngu. Nú, aðrir sjúklingar bara líka benda á það
sko eftir að þegar þú lendir í svona sjúkdóm, allt í einu þá innan skamms þá upplifir þú að þú ert farin að lesa dánartilkynningarnar, Morgunblaðinu, þú ferð í gegnum þetta einasta nafn og þú ert stanslaust að sjá félaga sem þú ert búin að ganga í gegnum hluti með fara. Það eru félagar á deildinni sem hafa verið með sömu sjúkdóma, eða sama sjúkdóma jafnvel, eða önnur krabbamein. Við erum búin að ganga í gegnum lyfjameðferðir, oft kannski fleiri en eina, og þau fara og maður spyr sig sífellt af hverju fæ ég að lifa en þessi félagi minn að deyja, og það er fjöldi félagi sem maður er búin að fylgja eftir að, og þetta reynir líka á. Svona, þetta eru smáatriði sem átt sig ekki á, en félagi manns eru sífellt að deyja. Nú, af því að ég hef komin á trúnaðarstigið, þá varðandi hitt kynið, Friðrik, þetta er bara fyrir þig. Það er sko, á meðan þú stendur í þessu, þá bara til dæmis í mín nálgun, ég leyfi mér ekki að bindast konu á meðan þessu ástandi fari. Meðan ég er búinn, ég vil ekki flækja líf mitt meðan ég veit ekki hvort ég lifi eða dey. Það er bara þannig ég ákvað bara þetta og það er ekki nema 1,5 ár síðan að lunga var tekið. Þannig að ég á 3,5 ár eftir áður en að ég veit hvort ég kemst í gegn. Þannig að þetta er erfitt. Niðurstaða mín, þú átt að nýta þessa miklu lífsreynslu til góðs. Þú átt að reyna að verða betri persóna, reyna að vera, með breytum hugsunarháttum, þetta kemur eitt og annað leiðir að sjálfu sér, en reyndu að nýta til góðs, reyndu að verða betri persóna og lærðu eins fljótt og þú getur að sætta þig við þessar aðstæður, því að það er ekki fyrir þú sættir þig við þær, þú getur farið að fara fram á við í líðan, og þú átt að nýta tímann sem þú hefur hér eftir, hvort sem það er 1 ár, 2 ár, 3 ár, nýta það vel, því að það er raun hvað snýr að mér finnst það hálfgerður glæpur að eyða þeim tíma sem maður á kannski eftir að eyða honum í einhverja tóma vilsu. Þú átt að nýta vel. Liðu líðinu lifandi. Þið sáuð mynd af stráknum mínum áðan. Það er reyndar dóttir mín, eldnýna, yngri dóttir sem ég gerði með það Greg að koma hérna. Þannig að ég, hún er aftast líka, en ég byrði að þau myndum kannski vilja sjá lilla strákinn minn koma hérna. Markús, komdu. Þetta er strákurinn hérna. Þetta er þessi hérna. Ég er óendanlega þakkláttur fyrir að hafa fengið þennan tíma. Hugsið ykkur hvað þetta er langur tími fyrir krabbameinssjúkling sem greinist með stig 3. Hugsið ykkur hvað þessi tími hefur gefið mér og hvað þið góða fólki í heilbrigðisstéttinni hafið gefið mér mikið. Þið hafið gert allt fyrir mig, þó að ég hef ekki alltaf verið stystu leiðina, þá hafið þið gert allt sem þið getið fyrir mig og þið sjáuð hvað þetta kostaði. Ég var dæmi hans stríparnar en það. Þannig að ég er sprækur ennþá og hef fengið allan þennan tíma með börnunum mínum og fyrir það er ég óendanlega þakkláttur og ég kveð ykkur með þeim orðum.